Já, komið heil og sæl, velkomin í þessa útsendingu á leik Víkings og HK, toppslagur í Grill 66 deild karla. HK ekki tapa leik í vetur, aðeins gert 1 jafntefli með 27 stig. Víkingur með 21 stig. Það verður afar forvitnilegt að sjá þennan leik. Hvernig þetta þróast allt saman. Já, vel spila hjá Hafsteini Óla Ramos Rocha inn á Kristján Otto Hjálmsson og mér sýnist Símon Mikael Guðjónsson, bróðir Sigvalda í landsliðinu, fara á punktinn og hann skorar af miklu öryggi og allur bekkurinn á HK stendur upp og fagnar. Þeir eru greinilega klárir í slaginn. Tjáningin og holningin segir það allana hérna í byrjun. Já, Ígor hérna hægra megin, Jóhann Reynir á miðjunni, Gunni Johnsen vinstra megin. Þetta er svona hefðbundið síðustu leiki. Já. Frábær boltinn yfir, áfram. Já. Hörku vörn hjá Sigurði Jefferson Guarino. Alvöru fótavinna og handavinna hjá honum. Og Jóhann Reynir Gunnlaugsson með alvöru neglu, 1-1. Já. Og Símon Mikael skorar hér aftur. Þetta er strákur sem er virkilega öflugur og efnilegur. Já. Já. Arda Gauti kemur hérna út, fær vantarlega boltan frá Ígor. Hann klippir, já, Dóri laus. Halldór Ingi alveg galopinn. En Róbert Karlsson, ekki gott skot hjá Arnari Gauta í millihæðina. Og Kristján Pétur Barðarsson. Já, öskur og læti hérna í HK-angum. Þeir ætla greinilega að tryggja sig upp í Ólafsdeildina hér í kvöld. Þeim vantar einungis 1 stig til að vera öruggir að vinna þessa deild. Og frábærlega slúttað hjá Halldór Inga Jónasinni. Þurfti ekki mikið pláss hérna. Já. Já, ég hefði nú haldið að þetta væri ruðningur, en Gunnar Óli Gústason, annar dómari leiksins, vel staðsettur. Arda Gauti greinilega staðið með hælaninn í teig. Og Símon Mikael með sitt 3. mark. Já. Sebastian stýrir hérna ákvæðingum harðri hendi. Varnarlega. Já, losaði. Já, við þurfum að ná betra flæði í sóknarleiknum. Og svo já, þeir eru virkilega frískir hérna varnarlega, vinna vel á fótum og mikilega góð tjáning og holning hjá þeim varnarlega. Já, þetta er bara 2 mínútna brottvísun og ekkert annað. Fer aftan í
skothendin á Gunnar Johnsen. Ég er svo sem ekki hlutlaus, en mér sýndist þetta svona í fljótu bragði allavega. Og Símon Mikael með sitt 4. mark hérna á fyrstu 5 mínútunum. Sá og heldur betur eftir að stimpla sig inn í Ólísdeildina næsta ári. Já. Gulli búinn að munda timeout spjaldið, er klár í að taka timeout vantarlega ef að HK skora núna. Já, skelfilegt skot hjá Hafsteini Óla. Já, keyrir hratt upp og boltan yfir. Já, boltan yfir og svo áfram. Já, við þurfum að fá einhverja blokkeringar hjá Halldóri Inga á línunni til þess að búa til einhverja opnanir. Hjálpa skittunum. Já, Ígor leysir hérna inn, 4-2. Já, áfram. Já, þetta er svolítið ráðleysislegt hjá okkur núna. Og þurfa að fá skot, Jói þarf bara að skjóta. Ígor, glæsilega gert í gólfi og inn. Ígor með Súlja. Og þurfa að standa vörn, strákar. Já. Basti ekki ánægður með Sigurð Jefferson hérna. Enda aldrei gott að missa utanvert milli 1 og 2. Já. Aftur skítur Hafsteinn Óli yfir. Þetta er ákvæmlega sérstakt. Og svo Ígor, já, vel losa í hornið. Frábært, Halldór Ingi Jónasson. Ígor losa á hárréttum tíma. 4-5. Já, vantar ekki hjá Hafsteini, hann getur svo sannlega hoppað upp á skotið, en það er nú eitthvað að stilla miðinn. Þetta eru skref. Nei, þetta eru örugglega ekki skref. Svona, teka tilbaka. Júlíus Flossason sem skorar þetta gott mark. Já. Gulli afar ósáttur. Ég er bara algjörlega sammála Gulla hérna. Þeir sýndist þeir að verja staðinn sína takes. Það þarf að vera samræmi báðum megin. Já, 4-6. Já, Arnar Gauti kemur aftur út hérna. Fær hann frá Ígor. Væntanlega klippir Ígor inn. Og Halldór Ingi. Já, vel gert. Virkilega skemmtileg útfærsla hérna hjá Gulla. Aðeins öðruvísi svona fítus í þessu kerfi. Nú þarf bara Andri Berg að skora á Robba Karls. Já, þetta var skelfilegt víti, en ég treysti því að Andri muni bæta upp fyrir þetta
seinni leiknum í vörninni. Já, Basti alltaf með áhugaverða fléttur sóknarlega. Hann spilar oft eitthvað sem að kannski ekki endilega aðrir eru að gera. Og já, þetta er allan athyglisvert. Þetta gekk ekki vel. Þetta er hræðilegu varnarleikur. Við höfum aldrei að missa þetta milli 1 og 2. Svo á Bjarki líka bara að verja þetta að mínum mati. Já, alveg hátt spennustig hérna í upphafi leiks, skiljanlega, enda er þetta toppliðin í deildinni og Háka getur gulltryggt sig upp í ólísdeildina. Já. En eins og segi, leikurinn fer svona afar fjörlega af stað og hart barist, eitthvað mistök og svona aðeins meira strit en vit svona á einhverjum köflum. Já. Fara í Jóka vinstri, Sigurður kemur langt út hérna. Óttar Ógnar, þeir eru alveg komnir í 3-3. Vörn hérna. Já. Og Gunni með frábæra fintu, allt galopið. Já. Keyrum á þetta, losa og sagt á. Nei. Og svo ok, þetta er búið, já, búið, stilla. Já, Gulli kallar hérna, hann vilji spila þetta kerfi aftur. Bara fyrir vantarlega einfaldan Júka hérna. Já. Nú fara þær ekki eins hátt upp, varnarmenn Háka og áðan. Og þetta afar áhugaverð og skemmtileg tilraun. Munaði ekki miklu að þessi flotti sirkus hefði gengið upp. Það hefði svo sannarlega kveikt í okkar mönnum en frekar. Já. Frábær rykking hjá Kristjáni Hjálmsinni og líka klókt hjá Júlíusi á miðinni. Já. Var ég til í að færum í 2 línur. Á losaðu drengur. Þarna á Ígor að skora. Já, Sigurður eldsnöggur upp en
Slúttið engan veginn nægilega gott. En snöggu var hann upp. Þá Kristján Orri Jóhannsson kominn inn á. Kristján gekk til liðs við okkur hérna í desember, meiddist á sinni fyrstu æfingu og svona aðeins að trilla sig í gang. Já. Ekki gott. Þetta var slæmu tæknifeill. Okay. Já, Arnar Gauti kemur aftur út. Fær hann frá Krissa væntanlega og klippir svo. Já. Já, hárrétt hjá Gunnari Óla Gústafssyni. Þetta bara víti og ekkert annað, menn eru að verjast inn í teig. Kraftur í Kristján Orra, vorn í góða árás. Og þurfum við mark. Og Gunni Johnsen með gott mark. Þá Aron Gauti Óskarsson, sterkur strákur, kominn hérna inn í hægri skyttuna, hefur glímt við mikil meiðsl síðustu árum. Ég held að það sé bara hárrétt hjá Basta að taka aðeins Hafstein Óla. Mér sýndist allur vindur úr Hafsteini eftir hann skaut hérna tvisar hátt yfir. Já, virkilega vel var ég að bjarga, keyra upp drengir og boltan yfir. Nei. Róbert Örn Karlsson uppalinn í Þrótti með hörku markværslu. Róbert stór og mikill. Já. Já, staðan 6-8, 16,5 mínúta búin hérna fyrri hálfleik. Já, þetta vel klipti á hákamönnum. Mjög vel tímasettar klippingar hjá þeim. Það verður að segjast alveg eins og og Kristján klára vel á línni. Og Gunni með gott mark. Kennir sig meins. Gunni verður að fá skiptingu. Já, Gunnar Óli stoppa leikinn. Virðist hafa fengið hérna eitthvað slæmt högg á puttan. Og kemur okkar ungi og efnilegi Aron Gauti inn á í bakvörðin varnarlega. Já, Kári Tómas Hauksson hérna á miðinni hjá þeim. Já, áframhaldar að klippa. Júlíus með slagt skot í millihæðina. Já, við þurfum að róa núna, já, flott. Flott. Já, bara stilla, þetta er búið. Nei, stillu upp. Strákar. Menn þurfum aðeins að setja hausinn í leikinn og lesa aðstæður.
Já, Símon fiskar hérna víti, en eins og ég segði hann, mómentið var löngu farið að skora. Við þurftum að endurstilla og stilla upp. Það sem við fáum í bakið er hraðalöp og vítakast og 2 mynda brottvísun. Og Símon skorar að miklu harðfylgi. Sebastian er hérna að karpa við Kára Tómas, eitthvað að ráðleggjónum ekki sáttu með það sem hann var að gera. Já, við erum hérna 5 á 6. Við þurfum að passa boltan vel og fá fríköst. Endi komin upp. Já. Endi komin upp. Þurfum að fá skot fljótlega. Já. Það er Arnar Gauti bara svolítið að þéttinum. Við verðum að reyna að hleypa hægri hornamann minn. Já. Hérna var bara Júlíus og lengi að losa boltan. Hann átti að losa boltan til vinstri á Elías Björgvin. Hornið væntanlega opið. Já. 12 sekúndur í að við verðum með fullskipa lið. Ef við verðum með 6. Og virkilega vel varið hjá Bjarka Garðars. Já, ég var til í að sjá Marino stempla sig svolítið hressilega inn í leikinn. Fá hann upp í loftið og koma sér á blað. Já, komdu með hann, fá hann aftur. Og Stimmi með frábært mark. Kom á hvínandi siglingu. Og Robby var farin í vitlaust horn. 8-10. Já, hann fer. Já, Aron Gauti, þetta getur hann svo sannarlega. Stór og sterkur strákur, örfendur í þokkabót. Alltaf fundist búa hellingur í þessum leikmanni, en eins og segi, verið middur svolítið og miss svolítið úr. Já, Halldór Ingi kemur inn. Marri var komin aðeins og nálægt vörninni hérna. Þarf að vera að halda áfram að sækja á. Hérna Marri búinn að ákveða að gefa á línu. Það kann ekki góður lukku að stýra. Hefði bara átt að plaffa á markið. Já, kemur Hafsteinn Óli aftur inn á. Ég skil nú ekki alveg þessa skiptingu. Aron Gauti var að skora gott markið á þann, en eflaust er bara Basti að dreifa álaginu og rúlla á hópnum. Spurning hvernig Hafsteinn kemur núna inn á. Já, vel spilað á Kára. Kristján Pétur lét Bjarka verja frá sér.
Já. Já. Mér heyrist Gulli vera að kalla hérna Köpen. Kemur væntanlega Arnar Gauti inn og Dóri hérna milli 1 og 2. Fær væntanlega Krissi mikið pláss, kemur inn á miðju. Marri dregur frá hérna. Áfram, spila og færa. Krissi óöppinn, rennur hérna til. Hendi komin upp. Vel gert hjá Marino Gauta. Kemur eins og Eimreið á fullu gassi milli 1 og 2, sér hérna smá glöfu, víti og 2 mínútur. Jæja, þá kemur Gunnar Johnsen á punktinn. Spurning að setja hann á klófið á Rabab. Nei. Já, við megum ekki láta þetta arfa slaka víti. Gunna draga úr okkur. Við þurfum að halda áfram, standa vörnina. Já, keyra upp. Já, ekki dripp, næsta mann. Já, stimmi og boltan yfir. Ok, þetta var í góðu lagi líka. Stimmi kom með flotta innkomu. 9:11 og ennþá mínúti að HK verður með fullskipa lið. Já, Hjörtur Halldórsson kominn inn á. Já, Hjörtur Ingi Halldórsson, strákur alveg upp í Haukum, vildi ég sagt hafa. Var ekki að fá mínútur í sínu uppeldisfélagi og skipti yfir í HK. Og hefur bara staðið sig vel þar. Þetta er öflugur strákur sem á örugglega eftir að setja svip sinn á þennan leik í dag. Já, Júlíus. Hann er í smá vandræðum hérna á miðjunni. Já, keyra. Já, þeir eru ennþá einu færri. Nei, einu fleiri í 10 sekúndur í viðbót. Við verðum að nýta þessa yfirtölu. Verðum að setja í gang. Hvað eru þeir að hugsa? Já. Ég held að okkar menn ætlu aldrei að fara í aðgerð. En var rétt slummu fyrir horn og Dóri fiskaði þetta víti. Skoraði nú Halldór Ingi, sett hann á klófið á honum. Jæja, ok. 10:11 og Basti tekur leikhlé. Er ekki 10:11? Jú, það er komið. Það er 10:11. Já, eins og ég sagði hérna fyrir lýsingunni, það er svona þó nokkuð tæknifélag og svona í þessu leik, en það er eðlilegt, hátt spennustig
Tvö efstu liðin í deildinni. HK vill eðlilega tryggja sig upp í ólís í kvöld til að geta aðeins svona tekið rólega í síðustu 3-4 leikjunum, látið yngri menn spila og annað. Já, 4 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Já, þetta var nú virkilega góð sending hjá Hafsteini Óla. Virkilega lúmssending inn á Kristján Pétur. Hann kláraði miklu öryggi. Danska sendingi svokölluð. Góðun úllis hreyfing hjá honum. Afalalegt, Brynjar Jökull Guðmundsson, tankurinn inn á línu. Á rétt, Gunnar Óli. Já, búið, slökum á. Reynum að jafna leikinn. Vel lesið hérna á Andra Berg, enda Hókin reynslu. Já, þetta eru bara 2 jöllið hérna að etja kappi í kvöld. Þá muni einhverju 6 stigum á þeim í deildinni. Og Binni, afalalegt. Fljótur að pikka upp þetta frákast. Og með gott mark. Já. Júlíus Flósason. Basti hefur haldið tryggð við hann hérna á miðjunni allan fyrri hálfleikinn. Já. Hvað förum við í núna? Frábær varsla hjá Róberti Karlssoni. Hann er örugglega með einhver 8-9 bolta hérna í fyrri hálfleik, myndi ég halda, allan 7-8. Krissi á að skora úr þessu. Dauðafæri, allt galopið. Já. Já, frábær varnarleikur hjá Krissa, kemur hérna á blindur hliðina. Þetta er það sem við viljum sjá. Aðeins að menn að láta finna fyrir sér. Já. Hafsteinn Óli ekki búinn að finna sig í skotunum hérna í kvöld. Alls ekki góð skot hjá honum hérna í fyrri hálfleik. En búinn að eiga mjög góða línusendingar. Nei, stóðsendingar vildi ég sagt hafa. Strákur fættur 2000 að ég held. Var uppalinn í Fjölni. Já, þetta er bara hárrétt. 2 mínútna brottvísun á Elías Björgvin. Já, það er ekki sami andinn og svona stemmingin í HK-mönnum á bekknum og í liðinu núna. Þeir byrjuðu hérna miklum krafti.
létu öllum illum látum með, svo maður segja, svona aðeins svona, vindurinn aðeins farið úr þeim. Já, nú þarf að fá hendurnar upp. Já, ég held að þetta sé bara rétt. Ég held að þetta sé bara réttu dómur hjá Gunnari Óla. Hann sleppti boltanum ekki á réttum stað. Þá þurfum við að stíga út og já. Já, Hjörtur Ingi Halldórsson með frábært mark. Já, við megum ekki dvelja of lengi við þetta. Já, þetta var okkur dýrt en við þurfum bara að halda áfram. 14-13 fyrir HK hérna í hálfleik. Við tökum okkur smá hlé, komum að vörmu spori.
Þá seinni hálfleikurinn farin hérna af stað. 13-14 fyrir HK. Glæsilegt hjá Igor Musulia. Bæði lið með leikmann í brottvísun, 5-5. Þannig að það var mikið pláss. Igor keyrði þetta vel í gegn milli 1 og 2. Já. Vel stimpla hjá HK-mönnum. Bjarki Garðarsson þarf að skipta hérna. Spurning hvort að þetta ekki vera, nei, það fór nú ekki kannski nægilega mikið í andlitið á honum til þess að vera 2 metra brottvísun. Og Brynjar Jökull lætur verja frá sér hérna. Róbert Karlsson. Þetta eins og sé, þetta stór og mikill maður hérna í markinu hjá þeim. Já. Tíu sekúndur að HK verði með fullskipa lið. Já, Sigurður með slaka sendingu beint í fæturnar á Eliasi. Afar klaufalegt, svo ekki sem meira sagt. Já. 6-6, Brynjar Jökull drítlar hérna inn á. Já. Mótis. Já, við verðum að fá einhverja innleysu. Það stíga svo hátt út á móti skittunum. Spurning hvort að Halldór Ingi eða Arnar Gauti komið blindandi hérna. Já, tveggja mynda brottvísun á Kristján Otto. Já. Já, Basti tekur ekki Róbert út. Róbert Markmann og ætlar að spila 6-6. Það er bara MF5 útileikmenn. Já, Sigurður og Arnór Róberts, báðurinn á línu. Já. Júlíus Flósason. Skorar hérna ágætt mark. Þetta var sterkt hjá þeim. Einu færri vildi ég sagt hafa. Já, lína á Binna. Þorvar dómari ákaflega vel staðsettur. Já. Og Arnar Gauti lætur verja frá sér. Já.
Já. Frábær finta hjá Hafsteini Óla. Ég held að þetta sé bara hárréttur dómur. Andri Berg fær hérna brottvísun. Og þá fer Símon Mikael á punktinn. Honum eru ekki brugðist bógarlistinn hérna fyrir leiknum á punktinum. Og skorar að miklu öryggi. Já. Ég sammála þessari skiptingu hjá Gulla. Tekur Gauta út af, setur Agnar Inga inn á. Og frábær finta hjá Stimma. Hann með ljómandi góða handboltagreind þessi drengur. 15-16. En þá mínúta í að við verðum með fullskipa lið. Og Hjörtur Ingi með gott mark. Já. Nei. Þetta hefði nú mátt vera vítakast. En ég er vissulega ekki hlutlaus. Já. Og Sigurvin Jarl Ármannsson Já, Sebastian hérna að karpa við Ása Linga Guðjónsson, starfsmann sé, ekki alveg sammála. Já, mikil öskur og læti og hei og hó á báðum bekkjum. Nú þurfum við að nýta þessa yfirtölu, fá gott mark. Guðjón Ágústsson kom inn hérna í hægra hornið. Já, og áfram yfir. Já, vel gert hjá Ígor. Tók bara dripplið, skoðaði aðeins völlinn og fór bara í gegn. Já, Aron Gauti Óskarsson kominn aftur inn á. Þarna klikkaði talningin allverulega í vörn Víkings. Það var klaufalegt, svo ekki sé meira sagt. En menn með ekki dvelja á lengi við þetta. Áfram yfir. Ólosa, hornið. Já, ok. Jói Reynir með gott mark. Gaui Ágúst var líka galopinn með í hægra horninu. Bjóst við að myndi fara í sendinguna niður í horn.
Já. Nei. Já, 2 mínútna brottvísun. Ég skal ekki segja, ég væri til að sjá þetta aftur og eftir. Verðum að treysta dómarunum. Það kemur Sigurður Jefferson út af. Og Símon Mikael kemur út í hornið. Já, Júlíus Flósason að ég held með sitt 3. mark hérna í kvöld. Þetta er ólsegur strákur. Logi Ágústsson, Glíse kominn inn á. Og Bjarki með frábæra vörslu. Þetta var mikilvægt. Afar mikilvægt. Já. Já, bara besta mál í Loga, við erum einum færri. Vinna fríkast, láta aðeins tíman líða. Já, nú fyrir við að fá mannin inn. Halldór Ingi Óskars kemur inn hérna inn á línuna. Já. Gulli kallar hérna á Gunnar Inga, nei Gunnar Johnsen. Það verður gott að fá Gunnar Johnsen inn á hérna á eftir, ekki veitir af sóknarlega. Það er maður sem getur opnað læstadyr. Já. Alla leið Aggi og skoraði drengur. Glæsilegt, þetta var mikilvægt. 18-20. Aggi skreflangur og kvikkur. Já. 12,5 mínúta búinn hérna af seinni hálfleik. Skelfileg sending niður í horn. Símon Mikael átti aldrei séns á að grípa þennan. Og Stimmi með frábært mark, skot úr skrefinu. 19-20. Þetta er allt galopið. Og það er að menn að vera sterkir andlega og skynsamir og klókir. Já. Og spila á Ígor. Ígor. Yfir hornið. Yes! Stimmi var auðvitað valdan hárrétta kostinn og Aggi inn úr horninu
og skora miklu harðfylgi, 20-20. Þetta verða rosalegar seinni 15 hérna í seinni hálfleik. Já, Júlíus Flósason. Þetta strákur sem að gerir bara vel úr sínu. Já, ég held að bæði lið ættu nú bara aðeins að flýta sér hægt. Tæknifélagarnir sem koma hérna oft er að vera keyra allt í botn. Þeir eru ekki góðir, vægast sagt. Já. Og Gulli tekur leikhlé. Eins og ég sagði í fyrri hálfleik, mér finnst þetta bara svona tvö jöfnlið og áþekk að getu. Þá var munið 6 stigum að þeim í deildinni. Og hérna verður afar áhugavert að sjá hvernig þetta þróast. Hérna seinni partinn í seinni hálfleik. HK þarf bara 1 stig til að Gull tryggja sig upp í Ólís-deildina. Já. Gulli aðeins að eiga Jóhann Reyni inni, held ég. Það væri gott að fá hann ferskan hérna á bekknum eftir. Já, HK-menn koma hátt út, nú þurfa að leysa inn. Já. Þeir þurfa að hreyfa sig aðeins meira. Spurningum að fá boltan í horn og jafnvel að miðjumaður að skýta leysinn. Styrmir Sigurðarson, sonur Sigurðar Vals Sveinssonar með frábært mark. Svo eigum við líka Kristján Orra inni. Vonandi. Já, keyra upp. Gunni með. Allalið. Frábært, Halldór Ingi Óskarsson eftir frábæra stóðsendingu frá Gunna. Við erum komnir yfir 22-21. Það er spurning hvernig HK-ingar koma, hvernig þeir svara þessu. Já. Þetta var ekki amalegt hjá þeim. Alvöru sirkus hjá þeim þetta. Og Sigurjón Guðmundsson kominn inn á. Þetta er svo klaufalegt. Mörg mistökin hérna í kvöld myndu aldrei ganga upp í Ólís-deildinni. Bæði lið þurfa
ef ég tala alveg hreint út, bæði lið þurfa ef þau fara upp, styrkja sig þó nokkuð fyrir næsta tímabil. Frábærlega klárað hjá Símoni Mikael og hvernig hann einhendi boltan hérna, greip hann og athafnaði sig á hann og fór í skotið. Það er ekki á allra færi. Já, hörku stemming hérna í stúkunni. Já, við þurfum bara að vera skynsamir og agaðir, ekkert að er þetta ekki aukakast? Það hefði ég haldið, en eins og segi, ég er ekki hlutlaus. Ég sem betur fyrir ekki dómari. Það var erfitt starf. Já, þetta er bara hárrétt. Já, ánægð með Gunnar Óla. Þetta er bara fríkast og ekkert annað. Og Kristján Otto er eitthvað mald í móin. Þetta voru aldrei 2 mínútur. Þetta yrði svo mörg moment í þessu leik sem að, eins og ég segi, myndi aldrei líðast eða ganga upp í ólís. Það sem mönnum yrði bara refsað hæl allverulega. Já. Já. Hendi komin upp, nú þarf að sýna aðeins hendur í vörninni og Bjarki þarf að vera tilbúinn. Bjarki þarf að stíga aðeins fram og vera tilbúinn í skotið. Það væri alveg típist eða Hafsteinn Óli myndi að rífa sig upp hérna í loftið og bíða og ná að skora. Já, skemmtileg útfærsla á HK í þessu aukakasti. Svona old school nálgun. Já, við erum einum fleiri hérna í mínútu. Við erum að fá skynsemi. Áfram yfir. Það var laglegt. Enda var það Stimmi Sig sem tók þessa ákvörðun. Strákurinn velur yfirleitt alltaf rétt. Dóri kláraði þetta af miklu öryggi. 23-23, 10 mínútur eftir. Stór skemmtilegu leikur. Já. Nei. Já, ég held að bæði lið ættu aðeins bara eyða aðeins minna púður í dómarana. Vera með svolítið kaldan haus og fá, en eins og segja er átspennusti og þetta er hörkuleikur. Yfir og kontu. Já. Já. Glæsilegt og Gaui með frábæra afgreiðslu. Geggjað slút, þetta lærði hann í handboltaakademíunni á Selfossi.
alvöru úrliður hérna. 24-23. Við vorum ansi lengi að puða og puða, fundum ekki opnun, fundum ekki leiðir, en Gunni náði að koma honum á hárréttum tíma í gólfið og niður í horn á Gauja. Já, rúm 8,5 mínúta eftir að þessum leik. Það verður afar gaman að sjá hvernig þetta spilast og þróast. Það er mikið stemming hérna í stúkunni. Já. Hafsteinn Óli hefur heldur betur ekki náð að stilla miðin hérna í kvöld. Nei, á róa, Andri skiptu. Já, þetta er búið. Andri skipti við Loga. Já. Og yfir með hann, Logi Koti Árás. Og skjóttu Stimmi, skjóttu. Það var laglegt, Stimmi verið algjörlega frábær hérna í kvöld. 25-23. 7,5 mínútur eftir. Já. Róa, liggur ekkert á, flýtum okkur hægt. Nei, þetta er ekki boðlegt að fara í sendingu aftur fyrir bak, 2 mörkum yfir. Þurfum að hægja á okkur þegar við á. Já, gott að fá Jóhann Reyni núna inn á með Stimma. Við erum með skotóknun allstaðar á vellinum. Já. Já, Kristján Otto. Þessi góði drengur, frábæri drengur sem að sinni líka yngri flokka þjálfun á HK, gerir það mjög vel. Þetta var ekki ásetningur á honum, ég fullyri það, en það er ekki annað hægt en að gefa honum 2 metra brottvísun. Já, Vilhjálmur sjúkraþjálfari er hérna að hlúa að Jóa. Já.
væri gott að fá mark í yfirtölunni. Ég vil fá Gauja inn úr horninu núna. Yes! Nei! Gauji var dauðafrýr en sendingin rataði ekki alveg alla leið þangað. Já, 1:20 í að HK verður með fullskipa lið. Þeir þurfa svolítið að hérna. Já. Já, Júlíus gerir vel, fær hérna fríkast og vinnur smá tíma. Eins og sé, þetta er ólsegur strákur. Hann svona nær að gera vel úr því sem hann hefur. Eða svona. Já, róum strákar, róum, já. Já, Gauji skiptir hérna við Halldór Inga Jónasson. Við þurfum svona hverju að fara í aðgerð, nýta þessa yfirtölu, 30 sekúndur eftir af yfirtölunni. Aðeins í fyrstu deildinni sér maður svona feila. Ég er bara hreinskilinn með það. Þetta er svo klaufalegt og dýrt. Við erum einu fleiri, við erum að fara í yfirtölukerfi. Og við látum stela boltanum frá okkur. Já, Gunnar Óli gerir held ég bara rétt. Gefur Gulla og Basta 2 mínútna brottvísun. Það mun bara krydda þessar lokamínútur enn frekar. Nú voru HK-ingar Já, 4-4, svo fá þeir mannin inn eftir, 15 mannin inn eftir 20 sekúndur. Þetta á Bjarki að verja. Já. Ótrúlega vel gert hjá Halldóri Inga Jónasinni. Tók dripplið. Skoða aðeins líkamstöðuna hjá varnarmanninum. Fór í árás, fiskaði víti. Þetta er klókindi og reynsla. Jæja, nú fyrir Andri Berg. Dundri Berg Haraldsson aftur á punktinn. Og nú verður að gjöra svo vel að skora, drengur. Já, Róbert Örn. Og Símon Mikael jafnar hérna leikinn 25-25. 4 mínútur eftir. Fjórir og 5. Spennustig, það síður hérna einfallega allt á keipum. Eins og Ívar Ben myndi segja. Það er allt á söðu punkti hérna.
Áhorfendur staðnir upp. Allt á suðupunkti. Já. Því líka reikistefnur hérna, það er einfaldlega allt í gangi. Fólk er að fá ótrúlega skemmtun að horfa á hann á leik, myndi ég halda. Basti hellir sér yfir hérna einhvern leikmann. Já, þetta er það er ótrúlega ástríða og svona handagangur í öskjunni eins og sagt er í þessum leik. Þess að ég hef sagt nokkur sem að það er svona oft meira strit en vit og bæði lið mættu aðeins svona flýta sér hægar í mörgum aðgerðum en þetta er bara heldur betur fútt í þessu og búið að vera mikil og góð skemmtun þessi leikur. Búinn að bjóða upp á margt. Já, Símon Mikael gerir sig kláran á punktinn. Já, ekki vona á því að hann brenni af hérna núna. Búinn að vera ákaflega öruggur í öllum sínum aðgerðum í kvöld. Frábær hornamaður. Og hann skorar. Já, 8 sekúndur í að við verðum með við erum með fullskipað lið núna. Og Gulli tekur leikhlé. Já, Arnar Gauti Grettisson ómyrkur í máli gagnvart riddaraborðinu. Fannst riddaraborðið stoppa tíman of seint. Það líði þetta einhverja 4-5 sekúndur. Þær gætu reynst dýrmætar þegar upp í staði. Já, þetta er ekki auðveldur leikur á að dæma fyrir Þorvar Bjarma Harðarsson og Gunnar Óla. Það er spurning hvort að Gunnar Óli vissulega mjög reyndur dómari en spurning hvort það hefði mátt fá einhvern reyndari með honum. En nei, þeir í svona hitaleik Já, það verður gaman að sjá hvernig næstu 3 mínútur verða, loka mínútur leiksins og þurfa menn að vera klókir, kúl, kaldir í hausnum og svolítið töffarar. Og Ígor skorar hérna. Jafnarleikin 26-26. Ígor Músúlia. Hann er ólsegur að fara milli 1 og 2. Hann er ofta ekkert að flýta sér að velja rétt en hann skoðar oft leikstöðuna vel og næra. Já, Júlíus Flósason er að skora hérna. Já, þetta á Bjarki að verja, verði ég að segja. Hornið laust. Áfram yfir. Nei, ekki skipta. Já, og Ígor leðast á hornið. Vítakast og 2 mínútna brottvísun.
Á ekki vera með við línuna í leiknum þá ætti þetta náttúrulega að vera brottvísun. En þeir ákveða að sleppa því. Og Halldór Ingi að sjálfsög að fara á klofið á honum. Hann lyftir alltaf upp löppinni. Ekki fara í skjóti millihæðina á honum. Jæja. 6-6. Bæði lið hérna með fullskipu lið. 1 mínúta og 15 sekúndur eftir. Þetta verður eitthvað. Já, frábær sendingin á Sigurð Jefferson og hann skorar. Nú þurfum við að svara hæl. Já. Basta og Guffa Kristmanns, þjálfurum HK nægir. 1 stig, þá eru komnir upp Jólís. Jói skjóttu drengur bara. Við verðum að þora að skjóta markið. Þetta er ekki. Og Sigurður Jefferson Guarino. Hann innsiglar hérna sigur HK-manna. Það er alltaf sjóða upp úr hérna rautt spjald á Sigurð Jefferson. Þriðja rauða spjaldi hérna í kvöld. Allt að sjóða gjörsamlega upp úr. Það er búið að vera það hérna alveg mestmegnis í seinni hálfleik. Klárlega alltaf auðvelt að segja þetta kannski hér og nú, kannski hefði HSÍ átt að fá reyndara dómarapar á þennan leik. Toppslagur í efstu deild og já, en er allan að hafa mistökin á þessu leik og það fyrir þó nokkur síðan, en þetta eru en eins og segi, bara mjög erfiður leikur að dæma og já. Já. 9 sekúndur eftir hérna. Ekki brjót á. Og Símon væntanlega innsiglar þetta, já. Og HK vinnur hérna 28-30. Og við verðum bara að óska þeim til hamingju með sigur. Nei, hérna síður allt upp úr. Hérna síður allt upp úr. Hvað gengur hér á? Allt að fara úr böndunum hérna. Allt að fara úr böndunum hér. Nú verða menn að róa sig aðeins niður. Já. Þetta var vægast sagt ótrúlegu leikur sem bauð upp á svo ansi margt, en ég verð bara að nota tækifærið og óska HK til hamingju með sigurinn.
og til hamingju með deildarmeistaratitilinn í þessari Grill 66 deild karla. Þeir eru á leiðin upp í Ólís-deildina og eru bara vel að því komnir. Þeir hafa ekki tapað leik í vetur, gert 1 jafntefli. Þetta er svona ungt og ákaft lið og já, það er svona að eins og ég sagði kannski líka í seinni hálfleik að það er bara staðreynd að bæði lið þurfa að styrkja sig ef þau fara upp, ef við okkar menn fara líka upp með þeim. Svona tæknifeilar og ákvarðanir munu ekki engan veginn duga í Ólís, en svona er þetta. Það er ljóst að umspilið bíður okkar og við þurfum bara að klára það umspil og sigla upp í Ólís-deildina í vor. En við þökkum öllum þeim sem að horfðu á þennan leik fyrir áhorfið. Eins og ég sagði hann bauð upp á margt og var forvittilegur fyrir margra hluta sakir, en við þökkum fyrir okkur í kvöld og lifið heil.